Hvað er Skyhub? Í þessari upptöku þá ætla ég að fjalla sjóræningja vefsíðuna Skyhub og aðeins að skýra svona út hvað hún er. Þetta er gagnagrunnur og sjóræningja vefur, en þetta er fyrst og fremst gagnagrunnur sem er aðgengilegur í gegnum vefsíður, og þessar vefsíður eru ekki alltaf á sömu vefslóð vegna þess að það falla dómar hvernig á að að þetta sé ólöglegt, og þar af leiðandi verði alltaf að vera að flytja síðuna. En gagnagrunnurinn er einhvers staðar líklega í Rússlandi, en það veit svo sem enginn, og vefsíðan eru settar á þannig að það er bara tengi og náði gögn í þennan gagnagrunn. Þannig að þetta er sérst gagnagrunnur fyrir vísindagreinar sem hún Alexandra Elbakin stofnaði 2011. Hérna er svona mynd af forsíðunni, hvernig þetta lítur út þegar maður er búinn að finna vefslóðina, og það er þannig með svona vefsíður, maður þarf auðvitað að fara svolítið varlega. Þetta er sjóræningja vefsíða, þannig að og sumir eru að reyna að koma til manns vefstofum sem eru kannski ekki alveg áreiðanlegar, þannig að við skoðum það svo síðar hvernig maður getur vitað hvar Skyhub er á netinu hverju sinni. Hérna er bara svona aðeins heiminn, og þetta sé vísindagreinar, en það er orðið þannig að meira og minna bara allt dóuefni er komið onni í þennan grunn. Og hérna er ég með vísun í rannsókn sem var gerð 2017 af McKinsey, og þar sem að hann var þá að skoða hvað Skyhub gæti afgreitt mikið af þeim greinum sem var spurt um. Og þarna á þessum tímabili þá var þetta 69% af öllum útgefnum vísindagreinum heiminum sem voru aðgengilegir gegnum Skyhub. Og við sjáum hérna myndina, það sjáum rauðu deplana, að þetta er þaðan sem beiðnina voru að koma. Það er pínulitli rauði bletturinn á Íslandi, sjáum við. Þannig að það eitthvað er að koma líka frá Íslandi. Og á þessu 6 mánaða tímabili sem að hann McKinsey skoðaði þetta, og hann vann með Alessandru, sem fékk aðgang að gögnum og annað slíkt, að þá gat Skyhub afgreitt 99% af öllum beiðnum sem þeir fengu inn, þó þau væru bara með 69% af öllum útgefnum vísindagreinum. Og í dag er þessi tala 69% orðin talsvert hærri. Þannig að og það líka auðvitað svo mikið efni gefið út í opnum aðgangi og slíkt, þannig að það er alveg eðlilegt að það sé kannski ekki með allt efni, en þetta er líklega stærsti gagnagrunnur í heiminum og einu stað sem að hýsir svona ofsalega mikið af greinum. Hvergi annars staðar sem er svona mikið samsafn. Hérna er ég bara með úr þessari rannsókn svona staðreyndir. Það hefur ekki, ég veit ekki til að hefur gerð sambærileg rannsókn síðan 2017, þannig að auðvitað er þetta farið að verða kannski gamla tölur, en þær fara frekar hækkandi eitthvað. En þeir eru auðvitað með að 69% sem eru með, að þá er 85% svona hefðbundna greinar úr áskriftartímaritum. Þau eru auðvitað líka með eitthvað af greinum í opnum aðgangi, og þannig að það sem verið að tala er að því hvað er auðvelt að finna greinir hana, að þá er þetta bara, og er ókeypis, þannig að þarf ekki að borga fyrir þetta, það er ekki þessar verðhindranir, og þetta spurning hversu löglegt það er. En þetta gæti leitt til þess að þessi áskriftamódel, og að það byrjaður að gerast, þessi áskriftamódel sem að útgefendur eru með, að þau eru að verða úrelt, því að það er orðið svo hægt að fara og sækja greinar í Skyhub í staðinn fyrir að vera að borga útgefendum pening fyrir að fá greinar. Þannig að þess vegna eru líka útgefendur og fleiri og fara að leita breytingum á módelum, og það er að koma upp
fleiri tímarit sem eru í opnum aðgangi og eru aðgengileg. Bara til gaman sér að því ég er með skjámynd hérna megin sjáði af grein sem er hér, af þessari grein sem ég er að vísa í, af því sem er hér, að við sjáum hérna græna knappinn hérna sem þýðir það að þessi grein er aðgengileg ykkur staðar í gegnum Unpaywall í opnum aðgangi. Hérna erum við með þessi grein sem er Daniel, að þá erum við með gögn. Hérna er ég með vefslóðina, þannig ef þið myndi fara inn á þessa vefslóð hér, sem ég sjá hérna til hliðar, sjáðu þannig ekki örglóta myndin að mér fari yfir. Þannig ég ætla að gera svona. Að þið fara inn á þessa vefslóð sem sjáu hér til hliðar, að þá eru þetta að sjáu þið, þetta er 2017, en þetta eru hérna 3410 tímarit frá Elsevier og þetta er fjöldi greina úr þessum tímaritum sem er í Skyhub og sjá Crossref sem skráir dúinúmerinn sem að þeir eru núna að setja í heimildaskrárnar ykkar, að þar eru skráð frá Elsevier 13.528.000 greinar, meðan að Skyhub er með 13.115.000 greinar, þannig að hérna er bara að vanta 400.000 greinar upp á af öllum sem fjölda, þannig að þeir eru með 96,9% af öllum greinum sem að byrst í Elsevier í gagnagrunnum. Og svo sjáðu koll og sjáðu hvað þetta eru stóru útgefendur, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor, Sage og svo fram og þið sjá hvað eru með ofsalega hátt hlutfall. Og mér skilst að þetta hefur sér bara að herra ef eitthvað er. Þannig að hérna eru tímarit, þessi stóru tímarit, Lancet og Nature sem eru virkilega dýr og flott og stór tímarit, að það eru skráðar eins og Lancet 458.580 greinar, í Skype er aðgengilega 457.650 greinar, 99,8, þeir eru næstum með alla greina þeirra. Þannig að skemmtilega tölur, og þetta eru gögnin sem hefur verið að rannsóknin sem voru að vísa í áðan eru unnin upp úr, og þetta er slóðin ef við viljum skoða. Og ástæðan fyrir því að þessi gögn hérna eru aðgengilega á netinu er að þessi greinir í opnum aðgangi og rannsóknargögnin sem liggja til grundvallar eru í opnum aðgangi, sem að er núna það sem er byrjað að gerast. Hérna eru bara fleiri tímarit, framhald upplýsingafræði. Þannig að ef þið hafið áhuga á að finna greinar upplýsingafræði, að þá sjáu þið að, allavega hérna er nöfn á nokkur tímaritum og hérna er hvað mikið fjölda á greinum við getum fundið í Skyhub og svo í Crossref, en þetta síðan 2017. Hérna eru við með mynd sem sýnir hvaðan fyrirspurnir að koma, og við sjáum við eru misstóri deplar og missrauðir. Evrópa eru þetta rosalega rauð, það er augljóst að kannski frá þeim löndum sem að hafa mestu peningana og líka sjáðina Bandaríkin og Norður-Ameríka í kringum New York og fleira eldröð, að þarna sem eru mestu peningana og kannski auðveldast fyrir fólk að nálgast greinar, að þá er samt fyrir að nota Skyhub rosalega mikið og eiginlega mest. Það er ekki endilega verið að nota þetta hérna í fátækari löndum, þó að sé auðvitað eitthvað við sjáum til dæmis mikið hérna í Afríku og Asíulöndunum og slatti mikið af punktum hérna á Íslandi sjáði, út allt land, hérna Suðurlandið og svo eitthvað hérna Norðurlandi. Hérna er svona bara örlítið peningana og ástæðan fyrir því auðvitað að útgefendur eru ekki mjög glaðir út af Skyhub, að hérna tók ég bara dæmi grein og reiknaði og segjum að greinin kosti 4.300 krónur aðgangurinn í 1 sólarhring, þá ertu bara með greinin í 24 klukkustundir og þetta er frekar lág upphæð. Þetta getur alveg verið 10 skall, 20 skall og ef þú ætlar að hafa greinina í mánuð þá þarftu jafnvel að borga 100 skall, 180.000 krónur eru tölur sem ég séð.
þannig að hérna bara svona, já, frekar láttala, 4.300 krónur, og miðað við afgreiðslu Skyhub að þeir afgreiddu 28 milljónir greina hérna frá september 2015 til febrúar 2016, og þá erum við sjáum þessa tölu, og þetta er svo há tala ég kann ekki svona segja hana. En auðvitað vitum við það að þetta fólk sem er að sækja hérna greinar að það er ekki, þetta myndi aldrei fara kannski að borga fyrir þær, en kannski einhver hluti þeirra. Þannig að sjálfsögðu er Skyhub að taka fullt af peningum frá útgefendunum. Og þetta er auðvitað alveg svakalegt, þeir eru með á þessu tímabili hér, þá eru með 4,7 milljónir afgreiðslu á mánuði. Og þetta gerist þrátt fyrir að sko Skyhub sé alltaf á nýjum stað. Það er ekki, þessi gagnagrunnur eða þessi vefsíða er ekkert aðgengileg þannig séð fyrir alla. Sjá. Hérna er bara skemmtileg tilvinnun sem að ég fann á Twitter. Ef að tré fellur í skógi og enginn er í kringum tré til að heyra það falla, býr þá tréð til hljóð þegar það fellur. Og þetta er svona að vísa til þess ef að rannsóknin er gefin út, birt á bakvið verðmúra og enginn hefur þau forréttindi að geta fengið aðgang að þessari grein eða þessari niðurstöðum rannsókna, hefur hún þá einhver áhrif. Þannig að ég ætla að ljúka þessu með þessum pælingum.